yfirferð á verkefni 5 í vefforritun 2 árið 2018 en verkefni gekk út á það að útfæra React framvinda og hana gögnin sem við byggum til í verkefni 4 sem eru próftöflur úr háskólanum og gefin var vefþjónusta úr sýnlausninu verkefni 4 sem var keyrandi á Heroku en svo sýnlausnin hér, ef við kíkjum á hvernig hún er þá er búið að gera örlítið breytingar á henni til þess að hún virki betur fyrir verkefnið, breyta hérna departments yfir í schools, þar sem schools er þýðing á svið og department verður þá þýðing á deild og færa heiti sviða eða deilda inn í hverja deild til þess að auðvelda það að birta heitið. Síðan er búið að setja inn korshettara hér sem leyfa okkur að gera Ajax beiðnir frá öðrum vefþjón yfir á þennan vefþjón hvað sem þetta keyrir. En ef við keyrum upp síni lausnina hérna sem notar Create React App, keyrum það á stað með npm start, þá keyrir hún upp og hér er eitthvað debug sem við að gera og við hinkurum eftir þessu, hér kemur þetta og hér er á forsíðunni birt tölfræðin og síðan er þetta að velja hvert svið og ef við smellum á heiti deildar þá opnast svo deild og ef við verjum aðra deild þá lokast fyrri opin deild og við sjáum prófin fyrir hverja deild. En hér er í raun verið að nota sýnlausnina sem keyrir á Heroku en við getum líka keyrt upp okkar eigin ef við sækjum afrit af henni. Þá getum við valið annað port, þess að port 5000 og gert npm start þar sem við breytum þá environment gildur á því hvaða port við erum að nota og þá getum við keyrt þetta upp hér og þá getum við tekið þessa slóð og breytt hér í environmentin á þessari lausn yfir í það að nota okkar eigin lausn. Þannig að við verðum að keyra þetta og verðum að þróa báðar lausnir á sama tíma þá gætum við þarna í raun keyrt til dæmis vefþjónustuna hér með Nodemon, tekið eftir því eitthvað er þarfnast breytinga eða lagfæringa, getum gert breytingarnar í því verkefni í öðrum editorunum með Keyri eða jafnvel í sama og þannig unnið saman þessi tvö verkefni á sama tíma. En hér er í raun að nýta gögnin frá þessari lokal þjónustu en ekki þeirri sem keyrir á Heroku. En ef við skoðum þá hvernig lausnin er byggð upp þá er þetta að lausnin keyrir á Create React App og fylgir þeirri útfærslu. Við höfum hér gefið útlit og hér undir public er í raun ekkert búið að gera nema að breyta titlinum á HTML-skjalinu og þurfum svo sem ekki meira að skoða það. Package.json er búið að bæta við React Helmet, React og React Router sem við notum og hér er static JSON skrá sem við notum á eftir þegar við setjum lausnina upp á Heroku. En lausnin sjálf er þá hér undir source möppunni og við byrjum að skoða index.js þá er hún breytt að því leyti að það er búið að bæta við browser router utan appið í heild sinni en það er það sem kemur frá React Router DOM til þess að við getum notað routing í forritinu. Og routing er skilgreint hérna í app.js og þar höfum við í raun þessi komponent hér sem getur þessu nátt heima í routes möppu í stað fyrir components möppu en þar sem þetta er ekki það stórt verkefni og við vorum ekki búin að ræða það áður en að verkefni var sett fyrir þá er þetta geymt í components og við höfum hér uppsetningu á grunn útliti forritsins. Þannig að við höfum hér main með eitthvað class name app sem við getum stílað. Við notum hér React Helmet til þess að setja default titilin sem eru próftöflur sem við sjáum þá ef við förum hér á forsíðuna, próftöflur og annars ef að titilin er sett þá setjum við strengin sem settur er das próftöflur. Þannig að við förum hér inn á félagsvísindasvið þá sjáum við félagsvísindasvið das próftöflur. Síðan höfum við hér eitthvað section utan eitthvað switch sem aftur kemur frá React Router DOM og leyfir okkur að ráta á eitt af þessum rátum sem eru hér undir. Þá sjáum við hér að hér er route exact sem þýðir að við erum nákvæmlega á rótinni þá er birta home
sem er þá þessi hér birting. Ef við erum á slash, svo einhver strengur sem að verður túlkaður sem para með school í school komponentnum, þá fyrir við þangað, annars rendur við út not found. Til dæmis ef við förum hér inn á eitthvað sem er slash eitthvað annars sem er ekki slöggið, þá fáum við þetta síða fannst ekki. En ef við skoðum þá home komponentin, þá getum við lokað hérna hinum. Já, eða ég vil byrja með því að skoða hérna navigation, en þetta er í raun headerinn á síðunni, þannig að þessi hérna header er alltaf svo sama hvað við förum inn á hér, á meðan að það sem breytist er main-mál síðuna hér inn í þessu. Headerinn er skilgreindur hérna með header elementi og með hér link yfir á forsíðuna, og hér notum við link en ekki href, en link kemur líka frá React Router og leifir browser router sem umlykur appið að virka þannig að við getum farið fram og tilbaka hér og getum notað browser back og forward, og þetta setur í raun réttastöðu fyrir það. Navigation er síðan það sem að býr til valmyndina sjálfa, og þar erum við að nota slóðina í vefþjónustun okkar, og það var ekki krafa í verkefninu að þetta væri einhvern veginn sótt einu sinni og notað aftur, heldur var í lagi að sækja þetta aftur og aftur, sem er eftir vill nýtið en virka fyrir okkur til þess að skilja frekar betur hvað er að vera. Hér þarf sem sagt að sækja gögnin á vefþjónustuna til þess að við vitum hvað á að birta í hausnum. Þá sér í lagi listan hér úr vefþjónustunni sem er þá schools eða sviðin, og í þessari hér röð birtum við hér til þess að síðan geta skoða þau nánar. Þannig að það sem þarf að gera hér er að sækja url, sem er það bara slóðin héðan, sem er það bara forsíðan innan gæsalappa af úr vefþjónustunni, og þau gögn sótt og birt. Og þau eru þá sótt þegar að þetta komponent did mount, þegar það er búið að búa það til í dóminu, þá keyrir þetta hér fall sem er í React Lifecycle Method. Hér setjum við async á það þegar við ætlum að nota async await til að sækja gögnin. Við setjum hér try-catch utan það að sækja gögnin, og við sækjum þau að veitum eftir því að gögnin séu sótt, setjum þá stateið á komponentum í það að hafa gögnin og vera ekki lengur að hlaða þeim inn, sem er hér sett sem true í byrjunarstöðunni, null fyrir gögnin og false sem að vill hafi komið upp. Þegar gögnin eru sótt er það í raun bara notkun á fetch sem er til staðar í vafranum, en fetch notuðum við líka í verkefni 4 til þess að sækja gögnin, og er stöðluleið sem mun taka við af XML HTTP request hlutnum sem er upprunalega notað til þess að gera AJAX-köll. Við bíðum eftir því að sækja gögnin, við bíðum eftir því að gögnin séu túlkuð sem JSON og við skiljum þeim gögnum. Ef einhver villa kemur upp í þessu ferli, þá grípum við hana hér, loggum út í console og setjum hér að við séum ekki lengur að hlaða einhver inn og að villa hafi komið upp. Þá kemur að því að birta gögnin, þá í raun nýtum við þessa one-way eða unidirectional aðferð sem að React nota til að birta gögnin, að í hvert skipti sem að stateið breytist er appið rendrað aftur. Þannig að hér eru í raun margar stöður sem að appið getur farið inn í. Það getur verið að hlaða, það getur verið með milli, það getur verið með gögn, þessar 3 stöður. Og fyrir hverja þeirra erum við í raun tökum við tillit til hér. Þannig að ef við erum að hlaða þá segjum við hlið inn sviðum. Ef það er upp villa þá kemur upp villa, þá stendur undir villa við að hlaða inn sviðum. Annars, ef við erum ekki að hlaða þá er ekki villa, þá birtum við gögnin. Og þá birtum við hér nav element með lista, og fyrir svo lengi sem við höfum bæði schools, þá munum við keyra data schools map sem mun þá mappa yfir þetta fylki hér úr vefþjónustunni, fylki hér, og skrifa út element með key hér, annars mun React kvarta því að það er þarna stærst þess að geta uppfært síðan ef þess þarf. Og inn í því er nav link sem er þá sér tilvik af link
úr React Router sem að við getum notað til þess að vita hvað er active. Þannig að við segjum hér class name er navigation link, to er department link sem kemur úr gögnunum hér, og þegar þetta er active þá setjum við navigation link active, við erum að nota BEM hérna fyrir nöfn á klossunum okkar, og svo setjum við einfallega út nafnið á departmentinu. Og ef við skoðum hvernig þetta er stílað hér, þá er bara flexbox hér til að gera þetta, en þegar það er active þá verður font weight bold. Þannig að þá getum við farið hér, opna félagsvísindasvið og ef við inspektum það, þá sjáum við að hér er navigation link active og hér er líka sett area current true, en þetta er einn virkni sem React Router býður upp á sem athugar hér bæði hvað er hér og passar það við það sem þetta hér er sett sem true á. En ef við förum þá yfir í home sem er fyrsta birting hérna, þá er mjög svipaður hlutir í gangi hér. Við erum að hlaða inn gögnum, hér er að hlaða inn stats, hérna þarf að passa upp á það að hér er verið að setja stats, þetta verður svolítið skrítið, þannig að eðlilega væri kannski að gera þetta svona og sleppa trailing-slassinu hér, en það sem skiptir öllu máli er í raun að það sé samræmi, af því annars kemur upp villa. Hér er verið að hlaða inn gögnum og síðan þegar að gögnin eru komin þá einfallega sækjum við þau út, setjum hér default gildi sem 0 ef ekki eitthvað vantar, en þá er þetta að birta það sem er hér undir /stats og þá er það hér undir stats þar sem við birtum þessi gögn. Hér eftir þetta eftir að vera tala, en skiptir ekki mál hér að því hér er þetta allt birt sem strengur. Hér notum við DL lista og DT hér og stílum það síðan með flexbox. Síðan þegar við veljum ákveðin skóla, svið þar að segja, þá sjáum við hér í app hvað gerist. Við erum þá að segja eitthvað hérna, þessi tvíbúndur segir til eins og í Express og þetta segir breyta sem fer hérna inn og breytan er þá félagsvísindasvið hér og við sækjum þá breytu hér í skúl úr þessu mats sem er þá einn af þessum React Router proppum sem koma, mats, location og history. Við notum bara mats þegar við setjum það í með prop types sem shape, með params sem er líka shape, þessi hlutur sem hefur skúl lykil sem er strengur, sem er þá þessi hér strengur og skúl er vísun í þetta heiti hér. Síðan erum við að fara að sækja gögn, við sækjum gögn, það er gert hér og þá sækjum við þennan skúl úr props þegar við vitum það að það sé að koma og við sækjum url skúl sem er þá að vera félagsvísindasvið hér sem gefur okkur þá þessi gögn hér. Síðan þegar við rendurum út þessi gögn þá hefur við hér auka gildi í state sem við vorum ekki með í hinum komponentunum. Þá sjáum við það er sett hérna sem tómi strengurinn í byrjun, en það er hvaða deild er sýnd og hver ekki. Við erum hér svo með if loading, hér endur vantar ef villa kemur upp, þá mun líklegast eitthvað brotna hér af því þá mun þetta ekki vera fylki og allt mun fara í köku. Þannig að hérna getum við bætt þá við if departments og departments map, en þetta er endar, þá vitum við ekki að, jú við enda vitum hérna að þetta er tómafylkið, þannig að við getum lyft okkur þetta, en setjum hérna inn if error return villa við að hlaða gögnum og prófum eða ekki rétt held að hlið sviði eða hlaða sviði. Og hér er síðan athugað ef við höfum ekki heading, við fáum ekki heading í gögnunum hérna sem er þetta hér, þetta er tómt, þá gerum við ráð fyrir því að sviðið sé ekki til. Því að við grípum það að eitthvað svona finnst ekki. Og það virkar þá þannig að við getum notað þetta rát hér og byrt það og það er þá nákvæmlega sama og að við myndum gera það hér fyrir tilvikið þess að við förum ekki inn í nákvæmlega þetta rát.
þannig getum við notað svona dýnamíst að birta þetta ráð bara hvar sem við viljum. En ef allt gengur eftir og við erum bæðið með heading og department sem fylgi, þá breytum við hér titlinum með title yfir í titilin á sviðinu sem þá hér félagsvísindasvið. Þannig að við sjáum að við breytum þá skiptist titillinn, og síðan fyrir hvert department þá geymum við það hér í einhverju divi sem er bara rappir utanum fyrir stíla, og við keyrum út hvert einasta department með því að mappa aftur yfir, og hér búum við til þá department component sem fær key hér sem er headingið. Við lítum svo á þessi nógu einstakur lykill til þess að það sé í lagi. Nafnið á henni er department heading, próin hennar, deildarinnar eru tests hér úr sem eru þessi hér, þetta fylki hérna, og eru próin sýnileg, og þá athugum við er department headingið, þessum heading hér, það sama á visible department, og í byrjun þá er það tómi strengurinn, þannig að þá er þetta hér false, þannig að þá eru próin hjá þessari deild ekki sýnileg. Og on click, sem er eitthvað sem ef að það er klikkað á þessa deild, þá keyrum við þennan click handler með department heading. Og þá getum við kíkt á hvað þetta click handler gerir. Click handler er fall sem skilar falli, fallið sem skilað er þetta hér, sem er í raun click handlerinn, sem tekur við sem er eventið sem á sér stað þegar það er klikkað. En við notum okkur það hér að við erum að skilgreina þetta department til þess að festa það með lokun. Það er þetta hérna fallið skilgreint í lokun yfir þessi gögn hér, þannig að það mun hafa aðgang að department í ytra skópi hér. Og það sem það gerist er einhver smellir á deildina, hvað sem það er, þá er sótt visible department úr state. Ef það verður að smetla á sama departmentið, þannig að ég smetli á félags- og mannréttindadeild hér og ég smetla það aftur, þá loka ég. Þannig að það gerum við hér með því að setja visible department sem tómastrengin, annars þá setjum við visible department sem department, og þá erum við að breyta state, og það sem gerist þá í React er að þetta render verður keyrt aftur, og þetta hér gildi mun verða true fyrir nákvæmlega þá deild í þessu hér fylki sem hefur nákvæmlega sömu heading og smelt var á. Og það er það sem við þurfum til að útfæra þessa virkni hér. Og hér erum við ekkert að eiga við þurfum ekkert að sækja hvaða deild er opin, er lagadeild opin. Við þurfum ekki að gera eitthvað query selector sem velur allar deildar, lokar þeim með eitthvað svoleiðis. Þetta er einfaldlega breytum við state og látum React sjá að rendera aftur appið okkar og skilgreinum bara hér hvað á að gerast þegar þetta er skilgreinum það í þessum komponent, hvað á að gerast ef hann er með test visible true eða false. Þannig að þá ljúkum við þessari yfirferð með að skoða hvað department komponentin gerir. Hann er sjálfur sér frekar einfaldur af því að hann er svona heimskur komponent. Það sem hann tekur inn er þetta function og hann tekur inn þetta boolean hér, array hér og name hér. Og hér setjum við is required því að það er eitthvað sem við þurfum eitthvað að byrta hérna. Og við síðan byrtum komponentinn og þar sem við setjum hann inn í section, við setjum heading hér og headingið er þá í raun takki sem er með on-click fallið sem foreldrið gaf hér, sem er þá þetta hér fall, það er sett áfram inn í þennan komponent. Þannig að þegar við smellum þennan hér, þá keyrum við ekki kóða í þessum komponent, heldur í foreldrinu. Og síðan höfum við hérna eitthvað icon, svona innan gæðslappa, sem er þá annarkvort mínus eða plus eftir því hvort að það sé visible eða ekki, sem er þá í raun þessi hérna plus, sem verður mínus, plus og mínus. Og síðan ef að testin eru visible, þá notum við hérna conditional rendering og byrtum þá töflu sem er þá hérna með header og svo með body sem eru þá próin, þessum próin gögnin eru í raun þessi hér. Og við pikkum bara einfallega út, segjum að korsi nógu góður lykill fyrir þetta og byrtum síðan bara þau gögn sem byrta á. Og fyrir stíla á þessu þá er þetta svo sem ekkert mikið flókið að vera hérna, það er að nota flexbox og mjög lágmarkað notkun á litum, enga litum er að segja. En þetta er þá
yfirferð á lausninni. Ef við ætlum núna að setja þessa lausn upp á Heroku, þá getum við farið hér og búið til appið á Heroku og keyrum hér Create App og hér bætum við remote-inu. Þannig að við förum hérna, slökkum að þessu, bætum við remote-inu og gerum hér Heroku, nú man ég ekki hver skilgreiningin er hérna til þess að bæta við buildpakka. Það er nú eitthvað hérna, buildpacks, Heroku buildpacks, gerum þá Heroku help buildpacks, Heroku buildpacks add, og þá þurfum við að fara að finna hérna create react app Heroku buildpack, hann er hér og þessi pakki í raun keyrir buildferlið og hérna hefur við þetta, hér er slóðin sem er bara þetta git repository hér sem keyrir þá þetta build script. Þannig að hérna er þetta komið núna og við skoðum git remote vaff fyrir verbose og svo við erum með Heroku hérna og við erum með origin, en það sem að þessi buildpakki gerir er að keyra rétt í samhenginu við Heroku. Það sama við gerist ef við keyrum hér npm run build sem keyrir þá build útgáfu eða optimized production build af þessu sem er þá ekki með development hlutunum inn í því sem búið til. Og núna höfum við í raun keyrt þetta hér og höfum hér útgáfu af appin okkar sem er hér í JavaScript og CSS sem er þá hérna með CSS-unu og JavaScriptinu til þess að keyra appið okkar. Og það er hægt að skoða hvernig þetta er einn webpack sem keyrir þetta alltaf áfram og við fórum yfir það í seinasta fyrirlestri. En allavega nú getum við gert git push Heroku master og við það þá grípur Heroku inn í og grípur inn í með þennan buildpakka hérna og þetta sem nodepack, byrjar því að builda þetta sem node og hér þurfum við að bíða, já, sjáum create react app build environment og dependency-in eru sótt út frá package.json og við bíðum og hægt er að fylgjast með þessu sama hérna ef við fyrir í activity og svo að hér er build process í gangi og hann er raun speklar þetta, þannig að það er bæði þetta að fylgjast með þessu á Heroku og í konsól eða terminal hjá sér. Þetta tekur langan tíma hérna, já. Þarna er eitthvað sótt, keyrt, build succeeded, downloading annar buildpakki, react scripts build hérna sem er býr til þá það saman við gerum þegar við gerum npm run build og að lokum í tíma þess að ég geti svaraði síman þá fáum við done, launching og keyrir upp Heroku og hér er lausnin okkar keyrandi á Heroku og það með líka þessari yfirferð.